Björn Daníel, hörku skemmtilegur leikur í dag. Hvernig fannst þetta svona spilast? Já, bara eins og þú segir, þetta var skemmtilegur leikur, mikið fram og tilbaka og við fengum sénsa til að skora og leikurinn hefði öll getað endað, við hefðum getað fengið fleiri mark og þetta hefði getað endað meira en 1-1 en já, ég held að fólk hafi fengið eitthvað fyrir peningin í dag og við erum ennþá taplausir heima, það er svona markmiðið hjá okkur núna að reyna að halda því tímabili. Er það svona sem er að gíra ykkur upp í þessa leiki, svo þótt skipti ekki öllu máli að þið viljið ekki tapa heimavelli? Já, svo náttúrulega bara við höfum ekki verið nógu góðir í úrslitakeppni síðustu 2 ár og vissuleyti við erum ekki búin að vinna leiki í úrslitakeppni en frammistöðurnar í þessum leik og móti Stjörnunni hafa bara verið nokkuð solid með hvernig það var í fyrra og ég held að það sé svolítið svona að gíra okkur upp og við viljum sýna að við séum ekki saddir þótt svo að við eigum kannski ekki séns á Evrópusæti þá viljum við gera þetta fullu krafti og höfum gert það í síðustu 2 leikjum og bara að nýta okkur með sigur með svona frammistöðum hérna þessu dag. Akkurat, hann Sigurður Bjartur fer sinni í rammann undir lokin og bjarga því sem bjarga þar. Hvernig fannst þér þetta? Siggi Seifens, hann er náttúrulega alveg geggjaður, þetta er náttúrulega algjör snillingur. Hann hefur þurft að stíga inn í marki á æfingum þegar við okkur vantaði að markmann þegar annar flokkur var að spila daginn eftir leik og þá fór Siggi í marki og sýndi magnaða takta og það var ekkert spurning hver myndi fara í marki ef þess þyrfti og hann var, það er svo gaman að þessu gauri, ég var ekkert eðlilega sáttur að sjá hann í marki. Akkurat, nú er þetta tímabil svona að renna sitt skeið og þú er búinn að vera svona hálfgerður leiðtogi í þessu liði, þetta spila með mikið ungum leikmönnum, hvernig er þetta búið að vera svona að taka þetta hlutverk á sig? Bara gaman, þetta búin að vera fyrirliðin síðustu 2 ár og þú veist, maður finnur með aldrinum að maður getur kannski ekki gefið af sér með mikið af hlaupatölum en maður getur gefið af sér á annan hátt og ég er eins og ég get að hjálpa strákunum þegar þess þarf og þegar þeir vilja og ég nýt þessi botn og bara virkilega skemmtilegt og ætti maður ekki segja þetta sé gefandi líka. Akkurat, nú er svona þinn samningur að renna út og þú ert 35 ára gamall. Ertu að spila þína sínustu leiki á ferlinum eða verður áfram á næsta ári? Ég er svona 97% að leggja skónahillin eftir þetta tímabili. Þetta er orðið fínt. Ég er með slæmur í hnénu og svo maður lengi að recovera eftir leiki og svo er allir svo fljótir og sterkir í dag að ég held að það sé fínt að hætta þegar maður hefur loksins, þegar maður hefur gefið eitthvað af sér og tímabilið hefur verið í fínu lagi hjá okkur og í staðinn fyrir að þurfa eins og Jamie Carragher sagði svo frægur að before football leaves you og þá held ég að það sé best að hætta á þessum nótum heldur en að kannski vera meiðslapis á næsta ári og spila 4 leiki. En svona eitt að lokum, það er búið að umræða síðustu dag að FH sé að ráða sig einhverjar þjálfarabreytingar. Hvernig svona leggst það í þig? Er það eitthvað sem að... Þú veist, við náttúrulega leikmenn ráðum engu en Heimir hefur sinnt frábæru starfið síðan hann kom tilbaka og hefur gengið í gegnum mikla breytingar með leikmenn og þú veist, FH kannski ekki sama stall og þeir varum fyrir það að geta náði leikmenn peningilega sér og þannig en Heimir Már hann hefur sinnt frábæru starfið síðan hann kom en við vitum jafn mikið og þú við leikmenn við höfum ekkert verið í neinum fundum með stjórnarmönnum eða neitt þannig en þetta hlýtur að koma í ljós fyrr heldur en seinna. Akkurat, takk hérlega fyrir. Já, lítið.